vildi bara byrja því að þakka ykkur fyrir að bjóða mig hingað og það að vísu svolítið skemmtiskapur að vera að reyna að pína mig til þess að tala um þetta á 20 mínútum því að ef það eitthvað sem hægt að segja loftslagsfyrirlesturina mína þá það að það eru engin endimörk í vexti þeirra. En ég ætla semst að reyna að ræða við ykkur hérna svona hálf magíska tölu, 2 gráður, sem skýtur upp kollinum aftur og aftur í umræðunni loftslagsmálin og var kannski talan sem allt snerist á Parísarfundinum. Þótt sumir segðu að við erum ekki fara nógu langt, við eigum að keyra þetta niður í 1,5 gráður. En það sem mig langar svolítið að sýna ykkur samhengi þessara 2 gráðna og hvað það þýðir að eiga að halda sig innan 2 gráða í því samhengi sem við búum við núna með hnattvæðingu og óðakapitalisma. Og ef við byrjum bara, hvað þýðir 1 gráða? Ég hefði getað komið með alls konar gröf til þess að tala við ykkur um 1 gráðu. Ég vil taka fram að venjulega hefur staðið þetta 0,8 gráður. En við getum farið að tala um það núna að það við línað 1 gráðu frá iðnbyltingu og þess má sjá ýmis merki í náttúrunni, meðal annars í því hvernig flatarmál hafís á norðurhveli jarðar hefur stöðugt minnkað á síðustu 35 árum eða svo. Og bara svo þið sjáið þetta eiginlega enn betur, þá getur þið séð hvernig rúmmálið á hafísnum hefur minnkað á þessu korti, þar sem við skoðum 25 ár frá mars 1988 til mars 2013. Hér niðri sjáið þið ísinn og litabreytingarnar í honum, þær standa í rauninni fyrir þykktina á ísnum. 5+ 5 ára ís og eldri. Þetta er gamall hafís sem breytist ekki á milli ára, hann bráðnar ekki á sumrin, hann helst og hann er þykkur. Og það sem þið sjáu það gerist hægt og rólega að gamli ísinn, þykki ísinn, hann hverfur fyrir ís sem endist kannski 1, 2, 3 ár eða bara sumarís. Og þetta kort, það má rífast á endalaust á röngum forsendum reyndar loftslagslíkön, en þetta er bara unnið úr gervihnetta myndum. Þannig að það er engin spurning um það að ísinn er að þynnast og hann er að bráðna og breytingarnar sem eru að eiga sér stað, bara hérna rétt norðan við okkur, þær eru stórfelldar og geta orðið mjög afdrifaríkar fyrir bara búsetu manna og lífríki á norðurslóðum. Til þess að þið fáið tilfinningu fyrir því, eiginlega samhenginu, þá getum við spurt okkur spurningarinnar, hvað merkir það þegar til dæmis þéttleiki koltvísýringsatóma í andrúmsloftinu vex úr 300 gráðum í 400 gráðum? Getum við eitthvað hátt umreiknað þessa varmabindingu á skiljanlegan hátt? James Hansen, einn þekktasti loftslagsvísindamaður í heimi, var forstöðumaður loftslagsstofnunar NASA. Hann settist niður og gerði það á smekklegan hátt. Hann spurði sig einfaldra spurningar. Hann spurði hversu mikla auka orku eru gróðurhúsalofttegundirnar að binda á degi hverjum ef við umreiknum það í Hiroshima kjarnorkusprengjur. Og nú er þetta svona gáta fyrir ykkur, nú getið þið giskað á svona í huganum. Er það 4 sprengjur á dag, 28 sprengjur á dag eða 624 sprengjur á dag? Bara hugsið um það. Rétta svarið er ekkert af þessu, þið sjáu þegar ég ekki komið próf til mín. Það er að segja, það eru 400.000 sprengjur á dag. Og ef þið hugsið um þetta, hvernig getur það verið? Hvernig getur það verið að viðbótar orkan getur ímyndað bara 400.000 Hiroshima sprengju á hverjum degi? Þetta er ekki svo erfitt að ímynda sér. Ef þið ímyndið ykkur það öll þessu orka, hún dreifist hvern einasta fercentimetra jarðarinnar, jafnt. Og þá getið þið hugsað, þið vitið nú hversu mikla orku það tekur að bræða ís. Úthöfin hafa hitnað, ísinn á norðurhveli jarðar er að bráðna
Og til þess að bræða allt þetta gríðarlega magn af ís þarf ansi margar Hiroshima kjarnorkusprengjur. Þannig að við erum að tala núna eitthvað sem á sér stað og að gerast og að skila ofboðslega miklum breytingum út í umhverfið og við erum í 1 gráðu. Hvað þýða þá þessar 2 gráður? Oft ég tala 2 gráðurnar, þá nota ég þessa skemmtilegu mynd sem ég fann á netinu vegna þess að hún mjög villandi. Á myndinni stendur 2 degrees, that's the amount the plant will be allowed to warm. Við ætlum þess að ekki að leyfa plánetuna að fara lengra. Strax í fyrstu setningunni þá komin upp það búið að draga upp falska mynd af vandamálinu. Við erum augljóslega ekki við stjórnvölinn. Við gætum verið við stjórnvölinn, en við erum það ekki. Og það að ímynda sér það að við höfum einhverja stjórn á þessu, takk eftir öðru við myndina. Hnötturinn lítill, hann situr á endanum á fingri. Þetta gefur þá tilfinningu að vandamálið sé jafnvel auðleysanlegt að við getum stoppað þetta og við séum búin að ákveða að stoppa það. Annað sem villandi við text eins og þennan, og þið hefðu oft séð text um þetta, við ætlum ekki að láta hlýna meira en 2 gráður, það að það ekki settar inn einar prósentur hérna. Við ætlum að tryggja það að það séu ekki nema 75% líkur á því að hitafar á jörðinni fari yfir 2 gráður, eða 67% líkur á því, eða 90% líkur á því, eða við ætlum að tryggja alfarið að hitafar á jörðinni fari ekki yfir 2 gráður. Allar þessar mismunandi leiðir kalla á mismunandi losunarferla. Og nú ætlum ég að sýna ykkur bara munin á því hvað það þýðir til dæmis. Þetta graf sem þykir svolítið vænt um, þetta graf sem úr bók eftir Mike Berners-Lee, sem einn svona fremsti loftslagsblaðamaður í heimi, og ég hrifnaði þá að vant allar tölurinn í það. Þetta bara flatarmál. Og ef við skoðum hérna upp þá sjáum við að það eru 50% möguleikar á því að halda sig innan 2 gráðu marksins út frá þessari sviðsmynd. Og hámarkinu náð, losunar hámarkinu náð 2020. Þetta today hérna í kringum 2012. Og þá erum við með það sem við erum búin að losa út í andrúmsloftið frá 1850 fram til 2012 og svo það sem við megum losa til viðbótar eftir 2012 fram til 2100. Nú ætlum ég að sýna ykkur hvað gerist ef við aukum líkurnar úr 50% árangri í 75% árangur. Hér gert ráð fyrir því að hámarkið sína á 2015. Þetta fyrir mjög jákvæð sviðsmynd í ljósi þess að við hefum þurft að gera í fyrra. En sjáum við breytinguna sem verður. Þó tala allir þjóðarleiðtogar það að við ætlum að halda okkur innan 2 gráðu marksins. Við erum ekki að tala 75% möguleika. Við erum að tala 100% líkur á því að halda okkur innan 2 gráðu marksins. Og ég vil taka það fram að 2 gráðu hlýnun sumir loftslagsfræðingar segja að það sé minni áhætta að leika sér í rússneskri rúllettu heldur en að fara upp í 2 gráður. En hvað segja menn þá? Flestir sem flytja fyrirlestra þessu tagi, þeir enda alltaf á því sem ég kalla svona síðasta korterið þar sem þeir fara að tala um endurnýjanlega orkugjafa. Það er búið að draga upp alveg svakalega mynd, salurinn eiginlega komin í kerfi og þá skellt inn, þetta getum við gert. Þetta það sem í gangi. Ég þetta spyr allar til dæmis gesti sem ég fæ, ég með svona alþjóðlegt verkefni sem heitir Earth 101, þar sem ýmsir af þekktustu loftslagsfræðingum í heimi flytja fyrirlestra. Ég spyrði þú alltaf eftir, trúðu þessu síðast á korteringar? Og þeir segja allir, nei, en það þarf að skilja fólk eftir með einhvers konar von í hjarta. Og ein leið til þess að skilja fólk eftir með von í hjarta að ræða vöxt endurnýjanlegra orkugjafa. Hér sjáu þið til dæmis vöxtinn á vindorku og sólarorku frá 2000 til 2016, og eins og þið sjáu þá þetta alveg ótrúlegt. Við förum hérna frá 18,3 gigavöttum yfir 760-70 gigavött. Þetta ótrúlegur árangur og svona gröf hljótað að fylla flesta von.
En þegar við skoðum þetta, þegar við skoðum þennan vöxt, þá verðum við að setja hann í samhengi. Við verðum að setja hann í samhengi við heildarorkunotkun jarðarbúa. Við verðum að spyrja okkur, hversu stór hluti þetta, þó það sé alveg ótrúlegt og þó það sé alveg sýni hvað við getum, hversu stór hluti þetta af þeirri orkunotkun sem við búum við í heiminum í dag? Og það ein leið til að skoða það, að skoða til dæmis þekkta skýrslu sem BP, olíufyrirtæki, lét gera 2012 og þetta algjörlega hárrétti líka og þar skipta þeir heildarorkunotkuninni niður í olíu, í gas, í kol. Hér sjáum við kjarnorkuna, hér eru vatnsorkuverin og hér það sem á að bjarga okkur. Þannig að þið sjáið að þegar við stöndum frammi fyrir vandamáli sem við höfum lítið tíma til þess að leysa, þá getum við ekki byggt okkur út úr vandanum með því að bara byggja nógu mikið af, smíða nógu margar vindmyllur og reisa nógu mörg sólarorkuver. Við þurfum að gera eitthvað annað. Annað sem ég vil byrja ykkur að taka eftir, það þessi stöðugi vöxtur, þar sem við notum meira og meira af þessu öllu. Takið eftir hérna, sjáum við hérna litlu breytingur sem þetta. Þetta alþjóðakreppa. Nú getum við sagt, ok, við eigum kannski séns, bara eina stóra massífa kreppu, vonandi hrynur Kína núna og þá fer allt bankakerfið með og við förum öll á hausinn, við töpum íbúðunum okkar, en ef við töpum íbúðunum okkar þá erum við svolítið ekki að fljúga til útlanda með það. Ég komin svo langt inn í þetta, mér finnst þetta ekki svo slæmt scenaríó. En sjáum hvað gerist. Ef þið horfið á það dýfa, svo réttir losunni strax við sér aftur. Þannig að í rauninni það breytist ekkert. Þannig að meira segja almennileg heimskreppa ekki að hjálpa okkur eins og hún ætti að gera. Í hverju liggur vandinn? Vandinn liggur í því að heildarorkuþörf jarðarbúa vex, og þetta svona hrein stærðfræði jafna. Og þetta mörgulítið mjög fallegt graf vegna þess að það sem kemur í ljós frá 1850 til 2016 þá hefur heildarorkuþörfin tvöfaldast á 39 ára. Algjörlega hreint. Og það sem við sjáum líka það að nýju orkugjafi, hér koma kolin inn, hér kemur olían inn, hér kemur gasið inn, hún bætist bara ofan á. Og gamli orkugjafinn, hann bætir við sig. Nýr orkugjafi ekki að leysa gamlan á hólmi, þeir bætast einfaldlega við. Svo við setjum þetta í samhengi, þá getum við séð það hérna, við notum bara meiri orku og ef loftslagsumræðan komst fyrst í gang á 10. áratug síðustu aldar, þá sjáum við að eftir því sem við töluðum meira loftslagsmálin, þeim mun meira brendum við af ömurlegasta orkugjafanum öllum með það að segja kolunum. Þannig að þegar menn segja við ykkur, við byggjum okkur út þessu með grænni orku, þá eigið að doka við og fylgjast með þessu vexti hérna. Setjum þetta í samhengi. Ef þið horfið á viðbótarorkuna frá 2000, það að segja þá orku sem bætist ofan á alla þá orku sem var í gangi í heiminum í kringum 2000 og við skoðum bara viðbótarorkuna frá 2000 til 2011, þá sjáum við að hér endurnýjanleg orka og hún samsvarar kringum 500 milljón tonnum af olíuígindum á meðan kolin, gasið og olían taka 2500. Við höfum aldrei notað meira af kolum, gasi og olíu en síðan við byrjuðum að tala loftslagsmál. Og þetta hefur haft áhrif. Þetta hefur til dæmis þau áhrif að, svo við tölum þetta fræga og íkoníska graf hérna frá Mána Lóa, að magnið af koltvísýringi í andrúmsloftinu hefur vaxið ár frá ári. Ég þarf að endurnýja þessa glæru á 6 mánaða fresti. Ekki bara það, heldur gerist með meiri hraða en hefur gerst nokkru sinni í bara sögu jarðarinnar.
En ég ætla ekki að hræða ykkur, þannig að ég ákvað að fara aðra leið í því að kynna þetta fyrir ykkur heldur en ég vanur að gera. Ég fór inn á Facebook síðun af Glóballínun sem rekin af róttækum hægrimönnum og sótti þar graf Hilmars Hafsteinssonar sem einn helsti fulltrúi hreyfingarinnar og grafið, svo þetta kemur í skilningartexta, það stendur útúvísindi Glóballínunnar sinna miðað við upphaf hitamælinga á ofanverðri 19. öld. Þetta sem sagt grafið sem ég ætla að nota. Sumir myndum við kannski gagnrýna mig fyrir að nota þetta graf vegna þess að þeir myndu segja að í þessu grafi séu áhrif hitafars á kulnunarskeiða ýkt til þess að draga úr hlýnunina á lokaskeiðinu, en ég ætla að halda mig við þetta graf vegna þess að ég vil ekki að þið séu of kvíðin. Og bara svona við berum saman, þá þetta grafið frá því sem sumir myndu kalla afleiðingar og loftslagsbreytingu og hérna sjáum við svona svipað kort frá vísindasamfélaginu. Eins og þið sjáum þá eru sveiflurnar vægari. En við skulum halda okkur við þetta. Og hvað sjáum við þá? Við sjáum þá það að eins og efahyggjufólkið í loftslagsfræðinu myndi kalla þetta, að það hefur oft verið heitt á jörðinni og hugsanlega var bara heitara á miðöldum heldur en núna og því engin ástæða til þess að hafa áhyggjur. Þið getur kannski spurt af hverju endar grafið í brotalínu hérna upp úr 1900? Ég veit það ekki. Þið getur kannski líka spurt af hverju endar brotalínurnar 1980? Hugsanlega vegna þess að við erum ekki með neinar hitafarstölur eftir 1980, en það kannski ekki skýringin. Aðalatriðið það sem sagt að mér tókst, og ég vil taka fram ég er bókmenntafræðingur, að tekna þetta fyrir ykkur og leyfa ykkur að sjá þetta. Þetta sem sagt hitafarsbreytingin út frá töflu sem búið aðeins að vinna í fram til 1980. En hvernig það núna ef við myndum færa okkur áfram fram til 2016? Þá breytingin svona. Við skulum setja þessa breytingu í samhengi. Ég ætla að halda áfram að vinna með þessa töflu vegna þess að mér líður betur sjálfum að því að vinna með svona töflur. Þannig að maður fær ekki sama svona sjokkið. Þetta eru svona mælulega breytingar á Glóballínunarkorti. Mér langar að setja þetta í samhengi við það vegna þess að þetta eru bara, 2000 ár. Skoðum þetta aðeins víðara samhengi. Skoðum 850.000 ár aftur í tímann. Vísindamenn fóru þeir skoðuð á Suðurskautslandinu, ískjarna og þeim hefur tókst að búa til graf, þetta er heimsfrægt graf, sem sýnir sveiflur í koltvísýringslosun síðustu 850.000 árin. Þetta eru ísaldirnar hérna niðri og svo koma litlu topparnir hérna. Þetta eru hlýnunarskeiðin. Eins og þið sjáum þá erum við á hlýnunarskeiði núna. Það getur öðru og þetta er svolítið fallegt vegna þess að þetta segir okkur svolítið það stóra og mikla samhengi sem við búum í. Sjáum við hérna. Hérna sem sagt, þetta er árið 0 og ef við höldum okkur svona í gamaldags þá var þetta sem sagt við Kristspurð, Ágústínus keisari í Róm og allt það, ekki sagt? Öll saga kristninnar rúmast hérna inni. Íslandssagan er helmingurinn af þessu hérna. Og nú skulum við að skoða það. Hvað merkir þetta? Hvað merkir þessar sveiflur? Við hugsum oft hlýnunarskeið, kuldaskeið, ísöld er vond. Ísöld er slæm, hún sem okkar sem eru aðeins eldri óttuðust svolítið ísaldarskeiði. En það sem mig langar að minna ykkur á er að á öllu þessu tímabili þá var dýralíf á jörðinni í jafnvægi. Engin hröðun í útdauða. Það má alveg líta á þetta bara svona sem hjartslátt í heilbrigðri plánetu. Þetta vildi hafa bölvuð vandræða áhrif fyrir borgarlíf á norðurhveli jarðar, en þetta kom sér ekki illa fyrir dýralífið. Dýralífið á jörðinni lagaði sig að breytingum sem þessum. En hvað þýðir þetta í hinu stóra samhengi? Þetta þýðir það að ef við erum hérna, við erum þetta hérna núna, 2008 vorum við hér, 2016 erum við hér, ef við ætlum að skoða þetta í hinu víða samhengi, þá þurfum við að spyrja okkur, hvar endum við 2100? Og það fyrir eftir hvað við gerum.
En flestar spár gera ráð fyrir því að við séum annaðhvort hér eða hér. Og ef við setjum þetta í samhengi, þá getum við spurt okkur, ok, við erum ekki loftslagsfræðingar, en ok, tökum dæmi, ég orðinn svolítið gamall, þannig að ég fékk boð frá Hjartarvörn að koma í próf núna í morgun og þeir tóku mig blóð. Hvað finnst ykkur að ég ætti að segja ef þið sögðu við mig, já, sjáðu hérna, þetta er sem sagt, þetta er vonda kólesterónið í þér og það fór svona. Eða ég segði, við værum hérna á fundi niður í Seðlabanka og við sögðum, þetta er vöxtur íslenska bankakerfisins. Það er að segja, við getum alveg skilið það að þetta er áhyggjuefni, burt sér frá öll öðru. Við þurfum ekki að gera með doktorspróf í loftslagsvísindum til þess að skilja að þetta er áhyggjuefni, að koltvísýringsvöxturinn sé svona. Viljið þið fá að sjá metanvöxtin? Þetta er metan í andrúmsloftinu, hér sjáum þið vöxtin bara. Það að verða stórfelldar breytingar og það að leiða til aukningar á hitafari jarðar, hitastigi jarðar. Þetta hitastig má kortleggja eftir ýmsum leiðum, þar sem við gerum ráð fyrir ólíkum sviðsmyndum, en alla sviðsmyndirnar gera ráð fyrir því að við lendum einhvers staðar milli 2 gráður og svona 6,5, 6,7. Mildasta sviðsmyndin frá IPCC, B1, gerir ráð fyrir 2 gráðum, sko neðsti hlutin er 2 gráður. 2,5, það getur sveiflað milli 2 og 3 gráður. Öfgafyllsta sviðsmyndin, A1F1, gerir ráð fyrir rúmum 5 gráðum og það gæti verið meira. Þá getum við spurt okkur spurningarna. Þetta erum við að spá fyrir framtíðina. Hvar liggjum við á þessum sviðsmyndum? Ég sýni ykkur það. Hér sjáum við, hérna er búið að kortleggja losun út frá spánum. Og einhverja hluta vegna, þá liggjum við á A1F1 sviðsmyndinni. Sjáum við annað dæmi það, hérna sjáum við annað dæmi það, hérna 2014, við höngum á ekstrem sviðsmyndinu. Það getur maður spurt býtu við, þetta er hópur vísindamanna, af hverju setja það fram ólíkar sviðsmyndir þar sem er normalt er á jaðrinu. Ætti það sem er normalt ekki verið í miðjunni. Og þetta sjáum við að það er byggð ákveðin óskhyggja inn í sviðsmyndir vísindasamfélagsins. Sjáum við annað dæmi það. Önnur tafla. Við erum á þessari kurvu. Hérna er hún greind sem 4 til 6,1 gráða, meðaltalið 4,9 gráður. Hér er hún greind sem 3,2 til 5,4 gráður. Og hvað þýðir þetta? Þetta sjáum við, ennur tafla, sjáum við fylgjum alltaf mest ekstrem sviðsmyndinni. Hvað þýðir þetta? Ég tók aftur glóbalhlýnunarkortið þar sem ég vil ekki stressa ykkur of. Hvað þýðir þetta ef við til dæmis förum í 4,5 gráður fyrir 2100? Við sjáum við það, ég teiknaði það einn fyrir ykkur. Hvað þýðir þetta ef við lendum í 5,5 gráður? Þetta er samhengið sem við eigum að horfa á. Og nú get ég spurt mig, það eru spurningar, hvernig stendur á því í siðuðum, og nú verði ég svolítið reiður, ég verði alltaf svolítið reiður þegar ég kem á þessu augnabliki. Hvernig stendur að því í siðuðum, vestrænum samfélögum, séu þetta tíðindi? Háskólamenntun hefur aldrei verið meira en nú, það veit enginn neitt um þetta. Það hefur enginn sett sig niður og kynnt sér þetta. Það hefur enginn spurt sig, hvað eru við að gera? Hverju eru við að fórna fyrir þetta? Og ef við setjum þetta í samhengi, bara einfalt samhengi, þá var hitafarið síðustu ísöld 4,5 gráðum kaldara en það er núna. Það var 30 kílómetra ís yfir því þar sem þetta hús er núna. Setjum við samhengi hér, við getum séð það. Ísinn náði niður í Suður England, öll Skandinavía var undir 3 kílómetrum af ís. Og nú getum við séð hvernig hitafarið er 2016, við getum séð þetta. Við erum að toppa á einhvern óvenjulegan hátt núna. Loftslagsvísindamenn eru gapandi yfir breytingunum. Já, og það er ekki bara síðan hippar, eins og ég segi oft, sem hafa áhyggjur af þessu. Ýmsar helstu stofnanir og hagsmunafyrirtæki heimskapítalismans eru búin að kveikja á perunni og
og 2012 komu 3 frægar skýrslur út sem drógu upp vandann. Þar var International Energy Agency með mjög merkilega skýrslu, Alþjóðabankinn og PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að ef við ætluðum að halda hitafærinu í 6 gráðum, þá þyrftum við að draga úr losun 1,6% á ári frá og með 2012. Ef við ætlum að halda henni í 4 gráðum, þá þyrftum við að draga úr í 3%. 4,5%, 3 gráður, 5,1% myndu leiða til 2 gráðumarksins. Svo við setjum þetta í samhengi, þegar Sovétríkin gömlu hrundu, þá varð 5,1% efnahags samdráttur í landinu. Þannig að við erum að tala um alveg veruleg efnahagsleg áhrif. Og eins og þeir benda á í PricewaterhouseCoopers, þá hefur okkur aldrei tekist síðan í heimsstyrjöldinni síðari að ná fram þessum árangri eitt einasta ár. Það er komið 70 ár og okkur hefur aldrei tekist að ná í eitt einasta ár því setta marki að fara niður fyrir hverjum. Ekkert einasta ár. Og að ef við ætlum að halda okkur innan 4 gráðumarkana, þá þurfum við að fjórfalda samdráttum frá því sem er núna. Þannig að við erum að stefna í 4 gráður plus. Og hafið líka í huga að það er ekki til neitt sem heitir 4 gráður plus. Ef við förum í 4 gráður, þá erum við að reikna það út frá þeirri losun sem við sjálf stöndum frá okkur. Þá erum við ekki að taka með í reikningin metanbirgðirnar í Síberíu, við erum ekki að taka með í reikningin metanbirgðirnar sem eru á botni úthafana og á botni úthafana er gríðarlegt magn metans sem getur þá bara bætt við 4 gráðum til viðbótar. Það er að 8 gráður eða 9 gráður. Og það er ekki eitthvað sem við viljum. Þetta hefur leitt til súrnunar úthafana og eins og þið sjáið þá er hún jöfn og þétt frá 1750, við erum hér núna. Svo við setjum þetta í samhengi, fyrir 25 milljón ára aftur í tímann, það lítur það svona út. Öll gröf lítur svona út. Hvert einasta þeirra. Og þetta hefur leitt til þess að það er komið ný stór fræðigrein í vistfræðinni þar sem við verðum að skoða útþurrkunarskeið dýrategunda og við erum að sjá tölur þar sem eru þannig að bakgrunnsútþurrkun í dag, hún er 1000-föld á við það sem eðlilegt getur talist. Það stafar ekki bara loftslagsbreytingum, það stafar að stöðugum ágangi okkar á jörðinni, en loftslagsbreytingar eiga eftir að spila miklu stærri þátt í því. Tökum IPCC aftur, þetta er skýrsla frá 2007 og hafið í huga að IPCC eru varfærnislegir. Skettir hjá þeim eru alltaf í varfærnisáttina. Þeir segja að 20–30% allra tegunda munir öðru líkindum þurrkast út ef við höldum ekki ef hlýnunin lendir hér í 1,5 til 2,5. Ef við förum yfir 4,5, við erum að stefna í 4,5, þá missum við 40–70% allra tegunda. Þannig að við erum að horfa á það, ef við setjum þetta í samhengi, ég sagði frá Kristspurði síðustu 2000 árin, horft á þetta miklu víðara samhengi, þetta eru miklu áhugaverðari tímar. Því það sem er að gerast núna hefur verið að gerast á svona 50–60 milljón ára fresti. Og það er ýmislegt sem bendir til þess að 5 stóru útþurrkunarskeiðin eru séu hægt og rólega að breytist í 6. Það hefur verið talsvert skrifað þetta síðustu 20 árin í vísindasamfélaginu, ég lesi tugi greinir það, þetta er hægt og rólega að koma inn í almenna umræðu. Elisabeth Kolber, sem er umhverfisverndarsinni, skrifaði bókina 6. útþurrkunin, sem kom út í fyrra og hún fekk Pulitzer-verðlaunin fyrir hana. Og gerist meðal annars öðru fræði á Íslandi. Hvað er ég mikið tíma? Er ég ekki... Maður hugsa um þetta, mannin og tíman. Ef við setjum sögu lífsins á jörðinni í hring, og ég er að tala um sögu lífsins, og ég er að tala um sögu þróaðs lífs á jörðinni, síðustu 500 milljón árin eða svo, þá liggur saga ritmenningarinnar, öll okkar ritaða saga. Við höfum hellamyndir og fleira. En hér liggur öll okkar ritaða saga á þessum 5000 árum sem rúmast í þessu hérna mannshári. Við eigum svona 2%, en við verðum aftur að nýra, þá eigum við 2% hlutdeild í þessu hári hérna. Og ég vil þið velta þessu svolítið fyrir ykkur, og ég vil þið velta þessu fyrir ykkur út frá þessu hérna fræga samhengi bláu marmarakúluna. Og þegar þið horfið á þessa bláu marmarakúlu, þá vil ég ekki að þið hugsuðum hana sem eitthvað lítið, sem eitthvað brothætt, sem eitthvað sem er hægt að halda upp á fingri,
heldur eitthvað sem miklu stærra en við öll. Eitthvað sem miklu flóknara, eitthvað sem miklu aflmeira við öll. Eitthvað sem stýrir okkur ekki öfugt. En við teljum að við getum stýrt þessu fyrirbæri, við getum haft áhrif á það. En á lokum verðum við ekki við stjórnvölinn. Við eigum ekki að hugsa bláu marmarakúluna svona. Bláa marmarakúlan ekki til nema í huga svona kalla sem halda áfram að losa og brenna og sóa og eyða. Ég ætla ekki eða tími í að tala þessa mjög merkilegu bók sem fjallar sögu og rætur vatnsafls í heiminum. Hún var skrifuð af einum af forvitnustu höfundum Frankfurtarskólans, en í stuttu máli þá segir hún frá því hvernig maðurinn reynir á einhvern hátt að undiroka undir sig náttúruna við það verður til stéttaskipting og svo framvegis. Það sem ég langar að benda ykkur á að þetta afleiðing þess kerfi sem við byggðum fyrir rúmum 250 árum. Það er að segja, og fyrir fyrst og verulega hraða á sér eftir seinni heimsstyrjöld. Við erum með mannfjöldasprengju, hérna þjóðarframleiðsla, hér foreign direct investment, hérna energy use, stóra stíflur, vatnsnotkun, pappírsnotkun, urban population hérna, telecommunications, transportation, og það getur þessu, þetta skiptir mjög máli í okkar samhengi, international tourism. Við getum ekki slítið alþjóðatúrismann frá þessu meini sem hefur leitt meðal annars til vaxtar koltvísýrings í andrúmsloftinu, metanvaxtar, skógareyðingar, fiskistofna, landnotkun og svo framvegis. Það er að segja, þetta órjúmanlegur þáttur í þessu. Það önnur tafla sem þið getið ekki slítið frá þessu. Tax havens. Hérna. Misskipting auðs. Þetta vantar svolítið til dæmis í loftslagsgreiningu og átta sig á því að þetta eru óaðgreinanlegir þættir sem þarf að taka mið af. Svo segir mér oft, markaðurinn leysir þetta. Okkur kennt að markaðurinn leysir þetta. Mér til dæmis oft sagt, þú átt ekki að vera svona neikvæður, fólk vil heyra lausnir. En lausnirnar liggja venjulega í því að þú kaupir út í vandanum. Með því meðal annars að kaupa eldsneytisvæna bíla. Og ég vil taka fram að allar þessar myndir hef ég tekið saman á síðustu viku. Fölsuðu gögn eldsneytisneyslu. Mitsubishi viðurkennir hafa falsað eyðslutölu síðan 1991. Fiat einnig með svindlhugbúnað. Þetta bara á síðustu 10 dögum. Mengunar útbúnaður díselbíla hendur illa hérlendis. Kikkarinn í 10 gráður. Margföld uppgefin mengunni sláandi. Hér kemur í ljós að engin díselbíla stóðst mengunarpróf. Allar tölurnar voru falskar. Og svo hérna, Volkswagen vil ekki gefa bónusuna eftir. Það þarf að regulera svona laga með hörðum viðurlögum vel á að vera. Að lokum, við tölum aflandsvæðingu og hefðsjúkt samfélag og við höfum fundið bræðina í íslensku samfélagi út af því og það getur væntanlega flestir hérna inni farin heim og skrifa pistil meinsemdir aflandsvæðingar. En hafið í huga, þetta er löglegt, þetta er leyfilegt. Það voru teknar út auglýsingar, þetta er ríkisbanki hérna. Þetta er 1998, og voru teknar út auglýsingar þar sem fólk var hvatt til þess að koma peningunum fyrir á öruggum stað. Bara fyrir 20 árum. Og það sem ég vil reyna að koma inn hjá ykkur það að fyrirstaðan í loftslagsmálunum, hún liggur í því að við lítum á alla þessa eyðslu, alla þessa ágengni sem hluta af heilbrigðu, atvinnu og viðskiptalífi. Við stígum upp í flugvélar á þess að hugsa það. Í hvert skipti sem þið stígið upp í flugvél, þá eru þið að taka þátt í því sem að gerast í umhverfi ykkar. Þið eruð að haga ykkur eins og litlir frjálshyggjumenn. Og þið getið ekki slítið ykkur frá því. Ég get bent ykkur á 20 bóka
sem allar reyna að koma sér undan þessu vanda, sem felst í því að ábyrgðin liggur hjá okkur. Og það sem við eigum að gera, bara á 2-3 árum, þá tókst að snúa þessu við. Og það þarf að gera það þarna líka. Það er að segja, við þurfum að koma okkur út úr þessum hnút. Og við eigum ekki að samþykkja spurninguna hvað býður þú í staðinn. Vegna þess að þá fyrir við að tala það eins og þessi mæti og afskaplega færi einstaklingur gerði, Ólafur Páll Jónsson, þá fyrir við að tala það að það að fara upp á hálendið og horfa á hálendið breyti ekki hálendinu. Það að horfa skemmir ekki. Jú, það að horfa skemmir ef við sendum 2 milljónir túrista til landsins sem hver til dæmis losar 1 tonn af koltvísýringi. 2 milljónir túrista þar sem hver losar 1 tonn af koltvísýringi eru 4 reiðarar. Við breytum landslagi með því að ferðast mörg þúsund kílómetra til þess að horfa. Árangri verður ekki náð fyrir fólk forðast að setja lýsingar af ferðalögum á Facebook. Eða skamma sig fyrir það, eða fyrir í launkofa með það. Ég ætla að sýna ykkur hérna, losun. Hérna er Berlín, 1 tonn, hérna er New York, 1,6 tonn, hér Peking, 3 tonn. Kínverjar eru orðnir 50 stærsti ferðamannahópurinn á Íslandi. Þannig að, þetta til dæmis, þetta er nýleg frétt. Þetta er leið til þess að segja, þið eruð á móti vexti, þið eruð á móti uppgangi, þið eruð á móti öllu þessu góða. Og það sem íslensku umhverfisverndarhreyfing verður að reyna að finna einhvers staðar er leið til þess að svara þessu. Kannski með því að benda á að munurinn á túrisma og dauða er kannski ekki svo mikill. Mjög ánægð því bjöðum þess að Dauðatúrismi mér sé til. Þetta er komið í hvað? 2004 ári. 10 heillandi staðir sem þú ættir að sjá þau hverra. Kannski eigum við bara að segja, skógarlaus skynjum við ekki tímann, skógarlausi vitum við ekki að vöxtur er samvinna, aflúðar og tíma. Vöxtur er lifandi tími sem verður ekki keyptur. Annars fer fyrir okkur eins og Mítasi, sem vildi breyta öll í gull og svart í hel. Ég enda allar mínar glærur á þessari. Allar mínar fyrirlestur á loftslagsmál. Þetta var bréfið Mary Wollstonecraft, sem að mamma var í Shelleys, til Edmund Burke. Lítill vafi leikur á að enginn velur ílskunar vegna, en villast bara á henni og hamingjunni hinu góða sem þeir veita. Takk.